Ætli ég hafi ekki bara verið að hugsa með mér, já, nú ætli ég loksins að gera eitthvað gott í heiminum, eitthvað sem skiptir máli. Þegar maður gerist svona styrktarforeldri, þá vill maður kannski frekar að þetta sé einhver svona lítið sætt barn. En hann var svona, svo fékk ég senda mynd og hann var svona álkulegur unglingur og ég hugsaði mér, nei, ég má ekki vera hégómagjörn, sko. Við ákveðum að fara til Indlands, ég og frænka mín, og þá fannst mér upplagt að athuga hvort að við kæmum heimsókn inn í prógrammið. Án þess að ég væri eitthvað svona, mér langaði bara að vita, þú veist, hvað er maður að borga í þegar maður er að borga í hjálparstarf. Við komum þarna og okkur var mjög vel tekið. Þetta voru góðar aðstæður og við förum og hittum hann. Og það sem að kannski sló mig mest var hvað hann var þakklátur. Maður fann að það skipti hann rosalega miklu máli að það væri einhver út í hinum stóra heimi sem að lét sig líf hans varða. Og ég gleymi ekki vegna þess að sko í Indlandi hafa vissa svona, þú veist, hefðir í sambandi við eldra fólk og svoleiðis og hann kyssti svona og setti hendina á tærnar á mér og ég var svona, hálf svona, hvað er að gerast? En þá var hann að biðja sér blessunar. Hún gerðist styrktarforeldri þarna bara seinni daginn þegar við komum heim á hótel. Ákvað að hún vildi líka gera eitthvað svona. Vegna þess að þetta skildi rosalega mikið eftir sig. Hann er núna í verkfræðinámi, fyrsta ári í verkfræðinámi. Og það fyrir mér var svona verðlaunin, skulum við segja. Þarna er ungur maður sem er ákveðinn í því að gera eitthvað í lífinu og að fá að vera pínlítill hluti af því skiptir mér rosalega miklu máli, svona eftir á að hyggja.